þetta upp líka, þó ég sem sagt ætlum svo ekki að taka upp alla tíma, en meðan það ennþá svona einhver veikindi í bæði U og Q bekk. Ég man þarna í síðasta tíma, þá var ég komin í það að, maður sjá hérna, hvort það heitir ekki tímar, já, að í síðasta tíma var ég að tala með þessa kjarnahleðslu. Og þá var hérna fyrst, og þá var þessi þetta einfaldaða jafna þar sem að talaði að virkjarnahleðsla væri sama sem sætistala efnis mínus síðan hérna S sem að voru þá innri rafeindir. Þetta hérna virkjarnahleðsla. Seta var þá bara fjöldi róteinda eða sætistala. Og síðan S, að það myndi vera hérna í rauninu fjöldi rafeinda sem að skyggja á þessa einu rafeind. Þannig að það er fjöldi innri rafeinda. Og hérna, ég ætlaði þá að taka líka, að ég var búin að tala að fara frá lithium yfir í flúor, þar sem að virka kjarnahleðslan fyrir lithium var 1+, en virka kjarnahleðslan fyrir flúor hins vegar 7+, sem einfaldlega það að lithiumatóm, ef að þið eru með lithium, þar sem að þið eru með 3 róteindir í kjarna, og síðan koma þessi hérna 1s2 og 2s2 eða N er sama sem 1 og N er sama sem 2. Að það eru þá 2 rafeindir hérna eru hérna næst kjarnanum og síðan er ein gildisrafeind og það er hún sem að það er verið að velta fyrir sér hverjar eru innri rafeindirnar og hvað er þá milli hennar og kjarnans. Og fyrir vikið sér hún bara sem nemur einni róteind, en það er það sem togar í hana. En svo eru þetta skyggja þessar á, það eru svona fráhrindikraftar í rauninni sem eru þarna að virka milli rafeindana. Og síðan vorum við með fyrir 9 róteindir kjarna fyrir flúor og síðan erum við með sama fjölda hér af innri rafeindum, sem sagt það eru þá þessar 2 og síðan voru þá 7 rafeindir hér, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Og þá maður líka að skoða með hérna sjónarhorni þessara rafeindar hér, hvað er það þá sem að er hérna að skyggja hana og það væri þá þessar 2 rafeindir hérna líka. Og hérna að setja F sama sem 7+, sem að það er í rauninni 9 róteindir mínus 2 rafeindir sem að skyggja á, sem að gefa þessu 7. Hérna var það hins vegar ekki 9 heldur hérna 3 mínus 2 er sama sem 1+. Þannig að þegar þið eru með lotukerfi, einhvern veginn svona, þá er alltaf hægt að segja að virka kjarnahleðslan seta F, hún vex í þessa hérna átt, frá vinstri til hægri og síðan, og ég var sem núna aðeins var að fara að tala ég var búin að nefna D-rafeindirnar við ykkur, var það ekki, þær væru líka innri rafeindir. Þannig ef að við gerum það kannski vonur að vara aftur, að ef að við værum með, kannski var ég bara ekki búin að því, að ef að við erum með eitthvað atóm sem að kemur hérna á eftir D-sjórúmuna, segjum bara eins og til dæmis ár, hérna, að þá virkar líka D-rafeindirnar sem innri rafeindir. Þannig ég ætla að taka hérna aðeins að innri rafeindir, sem þá sama á þessar skermandi rafeindir, og sem að hafa þá táknið S, að það er alltaf sem sagt fjöldi rafeinda í eðalgastegundina á undan,
og síðan myndi það vera, sem ég ætla að bæta við núna, og rafeindir á D-súrumi, ef, hérna, með stóru F-i, ef við erum að tala hérna frumefni sem eru hérna í þessari svokölluðu P-blokk. Hérna sem sagt frumefni. Eru skoðin. Þannig í þessu tilfelli, ef ég tek á, þá myndum við vera með að rafeindaskipan fyrir á væri, þannig þarf ég að vera með lotukerfi hérna til háls og trausts. Já, ég ætlaði ekki að taka á, ég tek samt á hérna fyrst og segi hérna að fyrir á, þá erum við með að neon kemur hérna undan, hérna A, sem að hefur 13 róteindir og 13 rafeindir, að þá getum við sagt neon og neon hefur 10 rafeindir og róteindir og síðan kemur hérna 3S2, 3P1. Og þá erum við að tala það að fyrir innan þessar rafeindir, þá eru þið með 10 rafeindir, eða S er sama sem 10. 10 rafeindir sem skilja á. Og þetta væri þá eins og að teikna ef ég er með á, sem eru þá 13 róteindir. Og þá væri við hérna með þessa hérna, 1S2. Og síðan koma þessar hérna sem nú erum við komið með rafeindaskipan neons. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og síðan koma hérna 3 rafeindir hérna á ysta hver sem væri þá þarna þriðja. Segir maður ekki þá að það áður sé 10 innri? Þá er það 10 innri rafeindir, jú. Þannig að hérna væri þá, frá sjónarhorni þessara hérna rafeindar, þá eru 10 rafeindir fyrir innri. Þannig að hérna myndum við geta sagt hérna að hérna væri þá með að ZF væri sama sem sætistalan sem er 13 mínus 10 og fá út hérna 3 plús. Ef að við erum hins vegar komin hérna niður í galli, GA, þá er maður búin að fara hérna frá 4S, kemur 3D og svo kemur 4P, að þá dregur maður líka frá þessar 10 rafeindir, hérna D-súrur. Þær myndu hérna vera álitnar líka sem innri rafeindir. Og það er einfaldlega af því að, hérna, það er einfaldlega af því að ef það er búið að fylla D-súrum, og þetta er ekkert sem að maður getur vitað, en þegar það fyllist, þá verður það orkulægra og færist nær kjarna. Þannig að rafeindirnar þar í rauninni fara að skyggja á rafeindir hér. Það ætla bara að sýna ykkur hérna, eða skrifa þetta fyrst, framhald, að fyrst, sjá hvað þetta komið hérna inn á. Sérst það sem er hérna, Dóra? Já, þú getur með þess að fara lengra til vinstri. Hérna? Já. Það er flott. Við getum sagt hérna að fyrst D-súrum er sérlega stöður. Þetta var eitthvað sem kom þarna fram líka áður. Sérlega stöður. Orkulægra heldur er 4 D-súrumið. Eða segjum fyrirgefni á S-svigrúmið á undan. Ég held að það sé kannski best að á undan og það sé best að teikna þetta upp. Þannig að hérna
Þannig að eins og efni eða rafeindir raðast inn, ef ég væri hérna með til dæmis já, ef við værum með efni, ég teikna hreinlega hérna kjarni og svo teikna ég þessi hver sem eru hérna í kring. Og hérna ætla ég bara að gera fyrst S er sama sem 1, S1, 1S öllu heldur, 2S, 3S, 4S og 5S hérna. Síðan voru komið P-svigrúmin sem að koma þá, hérna það kemur 2P sem aðeins orkuríkara heldur en 2S. Og það kom síðan. Það ekki mjög fallegir hringir, en ég er sem sagt að reyna að segja að þetta hérna er síðan 3P, þetta hérna var 2P og svo kemur hérna 4P og 5P hérna einhvers staðar fyrir utan. En síðan kemur þá D-svigrúmið og 3D-svigrúmið í rauninni kemur hérna milli 4S og 4P. Þannig að þeir reyna að gera þennan bláa hring hérna sem kemur á milli. Þetta hérna myndi vera 3D. Og það er ástæðan fyrir því að þegar rafeindir eru að raðast inn í lotukerfið, að þá erum við hérna með 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S og síðan kemur 3D sem að fylgir í rauninni hérna 3P, þetta er aðalskaptöluna 3, að það rafeindir raðast inn á það á eftir og síðan kemur 4P, alveg svo kemur fyrir í lotukerfinu. En leið og það er búið að fylla D-svigrúmið, það er búið að setja allar rafeindirnar 10 sem komast inn á það, þá færist það héðan og þetta er sagt að það sökkvi nær kjarnanum. Þannig að það er þá komið hingað. Og fyrir vikið, þá fyrir rafeindir sem eru hérna á núna 4S og 4P sem eru þá gildisrafeindirnar, að þá eru þessar hérna 3D rafeindir að skipta. Þannig að til D-svigrúmið er sérlega stöð, svo það verður orkulægra heldur en S-svigrúmið undan. Og ég segi hérna, það er, sem sagt, færist nær kjarnanum. Og hérna skiptir þá á 4S og 4P rafeindir. Þannig að ef ég er með efni eins og gallium, þar sem að það hefur rafeindaskipanina, sjá hérna, þetta argon, og gallium er númer 31 í lotukerfinu, að þá myndi það vera 4S2, 3D10, 4P1 og svo eins og ég sagði ykkur síðasta tíma að þetta er mjög gjarnan skrifað sem argon og síðan tökum við þá 3D og setjum það fremst. Þannig að öllu lotukerfi sem maður sér þar sem við gerum þessi rafeindaskipan, þá er alltaf minnsta sætistalan, minnsta meginskaptalan látið vera fremst. Og þá getum við sagt að þessar hérna 18 rafeindir sem að fylgja hérna argon, þetta hérna eru þá 18 skjarmandi rafeindir. En þessar hérna eru síðan líka 10 skjarmandi rafeindir viðbúið. Þannig að hérna myndir þessi skermunartastir að stöðut vera 18 + 10
eða 28. En að fyrir galjum þá myndi þetta ZF, sem hérna, þessi einfalda jafna, vera sætistala galjum sem 31 mínus 28, sem væri þá 3+. Þannig að það gildir í rauninu með þessa jöfnu að það getur bara alltaf gengið út frá því að það sé fyrir eftir sem hérna það 1+, 2+, síðan hoppar maður í rauninu yfir D-sjórum og svo væri það 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, þetta alltaf ekki nægilega vel skrifa hjá mér, en það bara í rauninu saman gildisstaðindir. Og svo væri það hérna 8+ fyrir eðalgastegundirnar. Og við segja hérna 3+, 4+, 5+, 6+ og 7+. En svo minnir mig að ég hafi verið búin að tala það við síðasta tíma að mældu gildin að það væri samt sem áður ekki þannig þó svo að samkvæmt þessari jöfnu væru allir alkalivalvarnir með þessa hérna skattar hérna maður þessu mörg hugtök í hausnum með þessa hérna virku kjarnahleðslu 1+, að væri alltaf dregið frá þannig við fengjum alltaf sömu hleðsluna, að mæld hleðsla í rauninni alltaf hérna vaxandi niður frá. Þannig að svona reglan svo að virk kjarnahleðsla hún vex út hérna frá vinstri til hægri og vex sem sagt eftir lotu, en hún vex líka niður frá. Og þá að skrifa það niður líka. Og sjá. Getur maður sagt þetta. Og það þá samkvæmt þessari hérna einföldu jöfnu sem að var þetta ZF sama sem Z mínus S, að það myndi alltaf gefa sömu töluna, en samkvæmt mælingum þá vex svo niður frá. Þannig að þið getið sett það líka inn á lotukerfið hjá okkur að ZF að það vex þess að frá vinstri til hægri og ZF vex niður frá. Já. Það var 18. mars. Ég sé það inn í dag. Ég að segja bara föstudaginn 18. mars eftir rúmar 2 vikur og ég set það inn á innu þannig að þið megi bara skila mér henni rafrænni og þið megi náttúrulega vinna saman og allt það og ég hugsaði bara 18. mars væri hérna rétti dagur og þið getið að skila henni bara innu þið megi setja þetta saman hérna 2 eða 3 saman í hóp. Þið ekki skila henni. Nei, það bara fyrir 18. Ég með það bara fyrir alla bekkina mína, bara miðurfars. Ég hef sagt eitthvað greinilega hérna. Já. Nei, ég hef örugglega sagt eitthvað svona villandi. En ástæða fyrir kannist þið við hérna lýsingarorðið eða hérna atviksorð, hvort sem það að vera gisinn. Ef það verið að prjóna peysu og það mjög stór svona möskvastærð, við stórum hérna prjónum þá svona flöt í gegnum hana. Það kallað eða því að fólk að búa til net og það svona mismunandi hversu stórir möskvarnir eru. Að eftir því sem að rafeindirnar, þessar innri rafeindir, fara fjær kjarna, þá dreifist meira úr þeim þannig að það skyggja minna á kjarnan. Það getur sagt að rafeind sem til dæmis hérna, að hún sé hlutfallslega meira kjarnanum heldur en rafeind sem hér, af því að það alltaf það þarf alltaf að dreifast á stærra og stærra svæði, rafeindirnar sem eru á þessum sveigðrúmum öllum.
Þannig að það ástæðan fyrir því að virka kjarnahleðslan vex niður flokk. Og sjá, taka þetta hérna í burtu og halda þessu. Og það sem sagt að virka kjarnahleðsla ætti að vera svo sama en hún vex niður flokk. Og það það að, og ástæðan sú, þessar hérna rafeindir sem að skyggja á að innri rafeindir dreifast yfir hérna stærra svæði. Getur sagt þess að verða geislari, og ég held að það sé einfalt í því, geislari, þess að eða getur sagt hérna að rafeindaskýið verður þynnra. Það sem sagt hérna, ef við lítum á það sem svona ský sem að dreifast út allt. Bara ástæðan svo að innri rafeindir dreifast yfir stærra svæði, þannig að rafeind sem lengst í burtu sér í rauninni meira, eða finnur meira fyrir kjarnanum. Svo gildisrafeind, finnur hlutfallslega. Kjarnahleðslu. En maður að vaða fyrir einhverjum sem hafa kjarnahleðslu bláa, maður ekki aðeins að skoða að fari innan notu. Já, frá líka vinstri. Jú, nákvæmlega. Og það skiptir líka máli og eins og þú varst að læra sér í sambandi við sko að atóm stækka samt niður flokk. Og það næsti kafli, ég ætla að fara áður í hérna sem sagt svona vinsælustu dæmin sem að kom mér mjög á óvart, ég byrja að kenna hérna og ennþá kannski ekki alveg búin að hérna bíta úr nálinu með. En það frekar erfitt að spyrja úr þessu efni af því að í fyrsta lagi náttúrulega þessi formúla í sjálfu sér handónýtt nema bara innan flokks. Þannig að það svo ofboðslega mikill munur á hérna mæltugildunum og síðan það sem í raun og veru. Mig minnir ég hafi skrifað upp í síðasta tíma að ef við vorum að tala lithium, natrium, kalium og rúbidíum, sem sagt allt í þessum fyrsta flokk, að samkvæmt þessari kjarnajöfnu þá ættum við að vera með sömu virku kjarnahleðsluna alltaf. Það væri alltaf bara ein rafeind á ysta hvolfi og svo bara allar hinnar dregnar frá. En samkvæmt mælingum, og ég man ekki lengur tölurnar, en það var eitthvað svona eins og þetta væri 1,3, síðan kom bara 2,5 hérna fyrir kalium, svo bara 3,7 og ég að búa þessar tölur til þegar ég man þar ekki og svo kannski bara 4,1. Þannig að raunverulega virka kjarnahleðslan að vaxa niður flokk og það til önnur jafna sem að lýsa þessu miklu betur. En það sem var kannski vinsælasta spurningin sem að spurt úr þessu efni, ef að ég fæ að hérna taka burtu hérna megin. Svona. Hérna
spurning, hvort virkar kjarnahleðsla meira á rafeind á einhverju ákveðnu braut í kringum kjarna. Þetta ekki verið að tala gildisrafeindir, heldur bara ef ég tek bróm sem með 35 róteindir í kjarna, það verið 35 P+ hérna, þetta væri bróm. Og síðan getum við sagt að við séum með 1, 2, 3 að bróm sé í rauninni svo sem á 4 brautum sem þá N sama sem 1, N sama sem 2, N sama sem 3 og N sama sem 4. Og vissulega það þannig að við erum með þess að 2 rafeindir hér, síðan koma 8 rafeindir á næsta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Síðan myndi koma hérna N sama sem 3, kæmu þá ennþá fleiri sem væri þá 2 + 8 + 10 eða 18 rafeindir ef ég að skutla þessu öllu saman. Og síðan á endanum kæmu þessar 7 gildisrafeindir eins fyrir bróm. En það ekki verið að spyrja gildisrafeindir og bróm, heldur verið að spyrja einhverja rafeind sem á N sama sem 2. Þannig að þetta mjög mikilvægt, þessi spurning, að síðan ef ég teikna jóð sem þá með 5 rafeindir á 5 rafeindafjölum, það númer 53, þannig að það eru 53 róteindir í kjarna. Já, og svo allt sé rétt, má sjá, þá þetta að þá fylgist þetta mjög ýkt mynd hjá mér, en jóðatómið stærra heldur en brómatómið, en hins vegar brautirnar hafa þær aðeins minni, svona. Þannig að þetta N sama sem 1, N sama sem 2, 3, 4 og 5. Þannig að það ljóst að jóðatómið stærra heldur en brómatómið, en það verið að spyrja einhverja rafeind sem hér á N sama sem 2. Hvor rafeindir, þessi kjarna eða þessi, myndi upplifa meiri kjarnahleðslu. Og skoðið þá, hvað margar róteindir í kjarnanum? Hérna með 35 róteindir, 2 rafeindir sem skyggja á og svo kemur þessi rafeind. Þannig að þessi rafeind upplifir í rauninni sem nemur 33 róteindir. Við drögum bara þessar 2 frá. Skiljiði, það bara verið að tala einhverja rafeind inni í atóminu, ekki gildisrafeind. En rafeind á N sama sem 2 fyrir jóð, þar eru 53 róteindir í kjarna og bara 2 sem að skyggja á. Þannig að þessi kjarnarafeind upplifir meiri kjarnahleðslu. Það mjög mikilvægt að ná þessu. Þetta eiginlega algengasta dæmið í þessu með kjarnahleðsluna. Og það bara alltaf efnið sem með hæsta fjölda róteinda í kjarna sem togar fastast í rafeind, hvað sem hún Þannig ef þið eigið að raða einhverjum 5 efnum eftir því vaxandi kjarnahleðslu og þá alltaf verið að tala á einhverju ákveðnum bara N sama sem 2 eða N sama sem 3, að þá það bara alltaf í þeirri röð að það mesta kjarnahleðsla hjá flestum róteindum. Þannig að við getum sagt að fyrir þessa kjarnarafeind þá gildir að virka kjarnahleðslan væri bara sama 35 mínus 2 sem sama sem 33 pluss. Og svo fyrir þessa kjarnarafeind væri virka kjarnahleðslan sama sem 53 mínus þessar 2 rafeindir sem skyggja á þessa rafeind sem væri þá 51 pluss. Þannig að þetta örugglega sú rafeind sem með það sterkari kjarnahleðsla sem virkar á hana. Og eitt annað, að þessi rafeind nær kjarnanum heldur en þessi kjarnanum. Og það toga fastar í hana og þess vegna hún nær kjarnanum. Ok,
Þetta svona bara í rauninni af því að ég var svolítið hissa á þessu dæmi því ég byrjaði að kenna hérna, þegar mér var svona hvaða máli skiptir einhverja rafeinda og einhver staðar í miðjunni, að það alltaf gildisrafeinda sem eru aðalmálið. En þetta kannski bara það erfitt að spyrja út úr þessu, en líka verið svona að leggja áherslu á það að kannski ég getur sagt að svigrúmin hérna í joði eru nær kjarnanum heldur sambærileg svigrúm hjá brom. Að það eru fleiri róteindir í kjarnanum sem eru að toga í. Þannig að ég held, mér myndir að þetta sé þá komið með kjarnahleðsluna að ég gæti tekið eitt dæmi þar sem að hérna ég væri bara með nákvæmlega samúð hér. Sko, nú ætla ég að taka bara handahófi hérna, krakkar. Það ætla ég að taka hérna kalsíum og klór, hólum hér og til dæmis bara Evrópín, EU. Ef að þið eigið að raða þessu hérna í röð eftir vaxandi kjarnahleðslu sem að einhver rafeindin í miðju atómi upplifir, þá skulið þið bara finna sætistöluna. Það sem sagt 20 róteindir hjá kalsíum, 17 hjá klór, hjá hólun eru þær 84 og Evrópín er það 63, að þá er það einfaldlega það að klór væri með minnstu, væri með minna heldur en kalsíum sem að væri með minna en hólun er minna en Evrópín hérna. 84. Lofið þið mér því að þetta sé eitthvað sem við gera rétt á prófi. En veitu, af hverju er 64 ekki minna en 84? Þetta var náttúrulega 84 og ég veit ekki að hún skrifa 60. Já, afsakið. Það er alveg rétt. Ég náttúrulega fór hérna niður og bara þetta neðst, en þetta er þarna milli. Það er alveg hár rétt. Þannig að það er 63 EU minna heldur en P og 84. Takk fyrir. Þannig að þetta hérna er bara sætistalan sem að skiptir máli og ekkert annað í þessum dæmum. Og þar með held ég að þessum kafla virkni kjarnahleðsluna sé lokið og næsti kafli væri þá stærð atóma og stærð jóna. Sem að við erum þá með, og ég ætla að skrifa þá hérna til hliðar, taka hérna lotukerfið. Svona. Svona. Þannig að hérna er ágætt að setja það inn á þetta lotukerfi sem ég lét ykkur hafa, eða get látið ykkur hafa, að atóm þau minnka frá vinstri til hægri og þau vaxa niður frá. Þannig að það er ágætt að setja þessar hérna örvar inn, þannig að þið geti verið með, að þið geti verið með lotukerfi hjá ykkur í næsta hlutaprófi í 7. kafla sem þið eru þá búin að setja inn á sem sagt örvarnar, þó það sé náttúrulega ekki vorprófinu. Og þá ætla ég að taka hérna stærð atóma. Það kafli 7.3. Eða það er eiginlega atóm, jú ég segi bara hérna stærð atóma. Já. Og þá, svo sem það sem er byrjað á að gera í þessu kafla er að tala atómradíus. Að þegar við lítum á hérna
Við lítum svo á, það ekki algjörlega rétt að atóm séu bara svona eins og súperkvartar eða eitthvað, bara svona alveg kringlegt, en þau eru það svo sem næst. Þegar við erum að tala atóm, þá erum við yfirleitt að tala radíus sem við tölum stærðina. Og ég held að ég get ekki haldið ykkur lengur. Bara takk fyrir tímann. Og svo að slökkva á upptökunum. Takk fyrir tímann. Svo.